Já, hæ. Ég hérna að kynna bók sem var að koma út og ég hefi skrifað og heitir Hlaðan, þankar til framtíðar. Þetta má segja, bók sem horfir í þrjár áttir. Annars vegar hún í nútímanum stödd, en hún horfir mikið til fortíðar einnig og þaðan í frá til framtíðar. Þarna tekið á ýmsu varðar svona það sem farið að knýja á í dag og ég líkt og margir aðrir sem eru af minni kynslóð höfum vissar áhyggjur af hinum svokölluðu mennsku eiginleikum og mennskunni og öllu slíku. Og það mín hugsun að það sé í fortíðinni þar sem við finnum svolítið svörin við því hvað mennska sé og þar af leiðandi hvað við ættum að reyna að varðveita núna á þeim tímum þegar það nóg að slá inn 2-3 orð og þá farðu ljóð eða sögu eða hvað sem Þetta auðvitað ekki hin mennska sköpun, þannig að þetta svona eins og dálítil saga líka, samfléttuð inn í þetta sem segir frá því að ég var að gera upp hlöðu afa míns og ömmu á Ströndum og ég kalla þessa hlöðu húmanismans. Það húmanismin sem ég leita í og það verður svona eins og bindiverkið utanum þessar essayistísku hugleiðingar í bókinni. Bókin bréf til dóttur minnar og mér langar að ljúka þessu með að lesa ponsulítinn kafla sem var skrifaður, litla hugleiðingu skrifað til hennar í miðri bókinni. Í dag langaði mig að segja þér frá hjólunum af hestakerrunni hans langafa þíns. Ég keypti 4 rólukróka, skar með sög Önnu frænku klæðninguna frá upp við mæni og náði þá að sökkva krókunum og kaf í þakbitana nálægt ramastósunum. Ég þreyti bandspotta í þá og hékk í þeim sjálfur og sveiflaði mér og sveif mér sem þeir héldu, en hjólin bara 30 kíló eftir að Guðmundur að járni elskur tók legurnar og öxlana úr hjólunum. Aðalverkið var að banka gamla riðið sem var laust á skálduðum felgunum. Ég hugsaði hendingu frá dýrlegu færeysku ljóðskáldi sem heitir Jóhannes Níelsen sem talaði að komin væri tími til að banka rið af gömlum vonum. Það var vissulega það sem ég gerði. Ég safnaði riðinu saman í poka og vó 8 kíló í pundaranum, en samt nú nóg eftir af gamla stálinu. Ég tók utan málið og deildi því í 360 gráður og fann þá út hvar 120 og 240 gráðurnar voru, en síðan tók ég keðjurnar 3 í hvert hjól sem ég hafði spreyjað svartar, festi þær í boruðu götin með lásum og upp í krókin í loftinu. Kannski perur hangi þar fram af hjólunum einhvern daginn, en vonin sem ég bankaði riðið af vitanlega sú að einn góðan veðurdag muni þú standa glöð og keik undir þessum hjólum frá langafa þínum, tosuð upp úr grassi með spotta langafa þíns á túnbíl afa þíns og hengd upp af pabba þínum. Takk fyrir.